Já, komið sæl. Það nú fremur róleg tíð framundan hjá okkur næstu dagana en við höfum þó laðir fyrir sunnan okkur einlaðmið suðvestur á landinu og önnur við Írland en það eru svona leiðin að sameinast suðaustur á landinu og svo kemur aðalæðin til með að ganga norður á bóginn en við svona sleppum nú á mestu við þetta en það verður nú samt vætu tíð svona á Austurlandi og kannski einhver strekkingur við suðuströndina á morgun. En ef við skoðum hittasvið að þá nú svo sem ekki miklar breytingar í vændum, það nú svona eitthvað hlýra loft sem kemur með þessari lað sem á leiðinni norður eftir en það kemur nú væntanlega ekki mikið til okkar og svona með svona skamminni norðanátt sem verður að þá mun nú eitthvað kólna fyrir norðan. Við skulum skoða aðeins hvernig þetta þróast hjá okkur næsta sólarhringinn að það verður vaxandi austanátt við suðurströndina í kvöld og nótt og við sjáum í úrkomusvæði við suðurströndina þannig að það getur ringt eitthvað á Suðurlandi í nótt en síðan svona þegar líður á morgundaginn að þá styttir nú upp á Suðausturlandi en síðan kemur þetta mikla úrkomusvæði upp á Suðausturlandinu seinnipartinn á morgun og fer síðan að rigna suðaustanlands annað kvöld. En ef við lítum á mengunarspána frá eldgosinu þá ákveðin austanátt hjá okkur þannig að mengunum nú væntanlega fara beint vestur á bóginn út á haf. Og svona verður þá þetta hjá okkur í fyrramáli, það verður svona austan strekkingur við suðurströndina og einhver þungbúið og einhver lítilsháttar væta meðan að fyrir norðan verður vindur mun hægari og gæti alveg séð eitthvað til sólar, hita tölur svona víða í kringum 10 stigin. Síðan þegar líður á morgundaginn að þá svona slaknar á vindunni suðvestanlands og gæti ná að létta eitthvað til en aftur á móti þetta úrkomusvæði á leiðinni inn á suðausturlandið og sem sagði fer að rigna þar annað kvöld en morgundaginn ætti að verða nokkuð bjartur landið norðanvert. En á miðvikudagsmorgun þá sjáum við að lagðamiðjan skammt austur á landinu, úrkomusvæði inn á austanverðu landinu sem þýðir að það verður svona einhver úrkoma, það verður svona svolítið gusur við ströndina á Austfjörðum en síðan þegar kemur fram á miðvikudaginn þá sjáum við að fer svona að draga úr þessu en reyndar nú gert ráð fyrir að verður nú svona ákveðin rigning á Suðausturlandi þegar kemur fram á miðvikudaginn. En annars verður vestanlands verður nú þurrt og gæti orðið nokkuð bjart á norðvesturlandi. Nú áfram á fimmtudaginn að þá verður laðinn fyrir bí og komið hæðarhryggur inn á landi, það þýðir að það verður hægbreytilátt á landinu og raunum fyrir fínasta veður og gæti jafnvel orðið nokkuð sólríkt á Suðurlandi. En þetta breytist á föstudaginn, þá fer vindur að snúast til suðlægar áttar og við förum að fá lægðir úr suðvestri og þá fer að rigna á umlandið vestanvert. Við skulum skoða hvað að gerast í kringum okkur, það rigning á Bretlandseyjum og einnig í Noregi en annars hæðarsvæði sem að stjórnar veðrinu í Evrópu og því víðast hvað bjart og hlýtt en svona talsverðar dembur bæði á Ítalíu og Balkanskaganum. En á Íberíuskaganum fínasta veður bæði Portúgal, Spáni og einnig sólríkt í Frakklandi. Og sömuleiðis fínasta veður á Kanaríeyjum morgun, það svona norðanátt og svona skýjum að köflum og hitatölurnar svona í kringum 25 gráðurnar og eitthvað þar fyrir ofan. Og síðan ef við förum vestur hafa þá nú úrkomusvæði í kringum vötnin miklu og einnig svona talsvert þrumum veður á Flórídaskaganum en annars víðast hvar bjart og hlýtt. En við endum þetta á korti morgundagsins, það þetta úrkomusvæði sem að nálgast á suðaustri þannig að það fer að rigna á suðausturlandi annað kvöld en landið norðanvert ætti að verða í fínasta veður á morgun. Við skulum láta þetta duga að veri, verið sæl.